Það mikil ólga innan Sjálfstæðisflokksins eftir að formaðurinn og meirihluti þingflokksins ákvað að samþykkja nýjan Icesave-samning. Bjarni Benediktsson hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir að ganga gegn stefnu flokksins sem á landsfundi hafnaði kröfum Breta og Hollendinga sem löglausum. Bjarni verður gestur okkar hér rétt á eftir. En fyrst ætlum við að heyra í Bjarna Benediktsinni formanni Sjálfstæðisflokksins, hann sestur hjá Helga Seljan. Velkomin í Kastljós, Bjarni. Takk. Byrjum bara aðeins á því, segðu mig frá því hvers vegna, þingflokkurinn, stór hlutans að minnsta kosti, þið ákveðið að styðja þennan samning. Það er vegna þess að þessi samningur er allt annars eðlis og efnis heldur en fyrri niðurstöðu ríkisstjórnarinnar í málinu. Gegn þeim stóðum við vegna þess að þar var fallist á allar kröfur og gefið eftir undan þvingunum Breta og Hollendinga þannig að heildar áætlaðar greiðslur samkvæmt samningnum sem var felldur í þjóðaratkvæði voru tæplega 500 milljarðar. Sá samningur sem núna liggur fyrir er 1/10 þeirra fjárhæðar í skuldbindingu. Auðvitað er ekki full vissa það hver hún verður endanlega, það getur orðið minna, það gæti mögulega orðið meira, en eftir að hafa farið yfir alla áhættu þættina, þá er ég sáttur við að ljúka málinu svona, enda er það komið í allt annan búning. En er ekki mitt svolítið að því að þú dregur svolítið úr áhættunni við að þetta hækki, er ekki talsverð óvissa það hvort að það náist að halda þessu í 50 milljörðum eins og menn hafa svolítið mikið verið að gefa sér? Það eru nokkrir áhættu þættir í því. Suma þeirra er beinlínis búið að taka út, eins og til dæmis Ragnars H. Hall ákvæði svo nefnda sem áður var samið við Breta og Hollendinga, það er búið að fella það út úr samningnum. Þannig að sumu leyti erum við búin að eyða því sem áður var áhætta í samningunum. Að öðru leyti hefur tíminn unnið með okkur og skýrt stöðuna mun betur. Þannig eru til dæmis áætlanir endurheimtur úr þrotabúi Landsbankans miklu áreiðanlegri núna heldur var þegar samningurinn var samþykktur áður. En eru menn ekki líka að gefa sér að það verði farið að borga mjög fljótlega út úr þessu þrotabúi sem að margir telja að sé bara frekar ólíklegt fyrir utan svo óvissuþættina sem tengjast í hversu mikið fæst út úr búinu og svo það hvernig vextirnir getur hugsanlega hækkað ef þetta fer svona fyrir utan svo hvað áhrif veiking krónunar geti haft eins og hefur verið bent á í þessari gammaskýrslu sem var gerð og kannast örugglega við. Já, í þeirri skýrslu þá er einmitt bent á það að gangi greiðslur út úr þrotabúinu eftir eins og þrotabúið áætlar það sjálft, það er síðar á þessu ári, að þá mun veiking krónunar eftir þann tímapunkt hafa tiltölulega lítil áhrif, meira að segja einungis upp á einstaka milljarða, nokkra milljarða, þótt krónan verði 25% veikari út greiðslutíma þrotabúsins en hún er í dag. Alla þessa áhættu þætti er búið að taka til skoðunar og niðurstaðan byggir að sjálfsögðu á mati á þessum áhættu þáttum. En hvernig, þrátt fyrir þessa áhættu þætti, því það eru auðvitað ekki þetta fullyrða neitt það að þetta verði 50 milljarðar undir því, hvernig stendur á því að þú ert allt í orðin harðákveðin í því núna að við eigum yfir höfuð að borga og axla þessa ábyrgð? Ég hef aldrei hvikað frá því. Þú sagðir í grein í ágúst í Morgunblaðinu, þá hvattir til þess að við færum með þetta fyrir dómsmál, þú talaðir kúgun og misrétti, kæfandi skuldir einkafyrirtækis og hvattir til þess að málið þá látið reyna á málið fyrir dómi. Já, og það var að sjálfsögðu hárrétt að halda því til haga að ef að þessir aðilar ætluðu ekki að láta undan þessum kúgunum, hótunum og afarkostum sem þeir héldu á lofti, að þá yrði farið með málið í dómstólaleiðina. Það var skynsamlegt að gera það á þeim tímapunkti vegna þess að þeir héldu fast við kröfur sínar. Síðar kom á daginn að þeir vildu fella niður þessar kröfur. Vextirnir einir eru það bil 200 milljörðum lægri. Snýst þetta ekki prinsip, Bjarni? Annarkvort finnst mönnum samningurinn vera ólöglegur eða löglegur og ólöglegur samningur getur ekki orðið skárri við það eitt að fjárhæðin mikið. Já, lagaleg staða í málinu hefur tryggt okkur mun betri samning. Með því að halda á lofti þeirri sterku lögfræðilegu stöðu sem við teljum okkur hafa og ég hef góða sannfæringu fyrir, hefur okkur tekist að hrinda þeim kröfum sem þessir aðilar hafa haldið á lofti. Það er algjört grundvallar atriði að menn átti sig á þessu. Ef við hefðum haft slæma eða dabra lögfræðilega stöðu, þá hefði staða okkar í samningaferlinu verið þeim mun veikari. Ég er hérna með lögfræðiálit frá 4 sérfræðingum sem að núna sendu inn til fjárlaganefndarinnar sínar skoðanir. Enginn þeirra útilokar það að við myndum tapa dómsmáli ef út í það væri farið. Sumir þeirra telja góðar líkur á því að við myndum vinna það, aðrir telja verulegar líkur á því að við myndum tapa því. Þannig að það er ekki þannig að við stöndum frammi fyrir valkosti sem að augljóslega mun leiða til þess að við þurfum ekkert að greiða
og hins vegar valkostunum að taka okkur skuldbindingar. Það með því að vega og meta þessar tvær leiðir sem að menn þurfa að komast að niðurstöðu. En ef við höfum þessa lagalegu yfirburði í þessum samningaviðræðum núna, af hverju þá ekki að láta reyna á það fyrir dómi eins og þú talaðir þarna? Ég tel að það sé ekki þess virði, miðað við það hvernig samningurinn lítur út í dag, vegna þeirrar áhættu sem að í því geti falist, það ekki á vísan að róa. Það líka áhætta fyrir Breta og Hollendinga að gera það. Og sannarlega, og þeir hafa átt að segja á því og þess vegna hafa þeir látið undan kröfum sínum. Sjáðu til. En hvers vegna þá ekki fara með þetta fyrir dómi? Ef þeir eru tilbúnir, allt í einu að átta sig á því að við erum allt í einu fann að tala hér lagalega hlið málsins, þá bakka þeir, af hverju þá ekki að láta reyna á þetta bara fyrir dómi? Helgi, ég var að segja að það ekki áhættulaust að fara þá leið. Þetta heldur ekki áhættulaust leið. Hún gæti kostað miklu meira heldur en þið eru að tala um. Hún gæti kostað minna líka og allir áhættuþættir sem að hafa áhrif á niðurstöðuna hafa verið að þróast með jákvæðum hætti undanfarið ár og eru undanfarna daga og vikur meira að segja að þróast með mjög jákvæðum hætti. Nýjar upplýsingar sem að hafa komið fram eftir að málið var komið til mín, til dæmis bara eftir að málið var tekið út nefnd, eru enn og aftur í þá sömu átt. Leið mér að segja reitt. Ef ég hefði verið þeirra skoðunar að það kæmi ekki til greina að semja þetta mál, ef það hefði verið afstaða þingflokks Sjálfstæðisflokksins, þá hefðum við ekki veitt ríkisstjórninni umboð til þess að ganga til samninga og við hefðum heldur ekki átt aðild að viðræðunum sem stóðu allt árið 2010. Ef þetta snerist prinsipið að greiða aldrei neitt, þá hefði ég ekki verið þáttakandi í neinu viðræðuferli við þessar tvær þjóðir. En hvernig ætlar það að útskýra það fyrir landsfundafulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem orðuðu þetta nú ansi hreint skýrt á landsfundi þegar þeir sögðu einfaldlega að við segjum nei við löglausum kröfum Breta og Hollendinga í Icesave-málinu? Á þeim tíma þá lá þessi niðurstaða ekki fyrir fundinum. Ég er ekki að mæla með því eða mæla fyrir því að þær kröfur sem að hér verið að semja byggja á lagalegum rétti Breta og Hollendinga. Ég er ekki að mæla fyrir því. Ég er einmitt að rekja það fyrir þér hér, Helgi, að lagaleg staða okkar hefur tryggt mun betri niðurstöðu heldur en að ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms áður leiddi fram. Það munar mörg 100 milljörðum. Og í raun og veru með ólíkindum að ríkisstjórnin sitji ennþá með þessa niðurstöðu til samanburðar við það sem þau vildu gera. Já, en í ljósi þess að hvernig þessi niðurstaða hljómar, hvernig getur þá sagt hún sé í samræmi með þessa landsfundarályktun? Hún það ekki. Það ekki í þessum samningum gengið út frá því að Íslendingar hafi neina lagalega skuldbindingu. Það ekki gengið út frá því. Við erum bara að borga hugsanlega 50 milljarða í besta falli hugsanlega aðeins minna, gæti verið meira. Hvernig getur það verið annað en að viðurkenna sök? Hvernig getur það verið, Helgi, að Bretar og Hollendingar fallist á það að fella niður hátt í 200 milljarða kröfu sína? Hvernig stendur á því að þeir eru tilbúin til þess að veita Íslendingum lán sem eru langt undir því sem að nágrannaþjóðir þeirra innan Evrópusambandsins þurfa að sætta sig við? Þeir hafi réttastöðuna sín megin, getur það ekki verið? Jú, og það einmitt það. Hér lögfræðiálit og við höfum mörg önnur sem að sýna fram á það að ekki á vísan að róa með því að láta reyna rétt. En svaraðu spurningunni, já eða nei, hvernig handir þetta mál núna, það í samræmi við þessa ályktun landsfundarins? Algjörlega. Við höfum aldrei kvikað frá því að við höfum enga lagalega skuldbindingu. Sterk lagaleg stað okkar í málunni hefur leitt fram mun hagstæðari niðurstöðu heldur en áður var. Síðan það á endanum ískalt hagsmunamat hvort að þjóni hagsmunum íslensku þjóðarinnar sem ég hér að reyna að sinna að láta reyna að fullu á sinn rétt eða ganga frá málun á þessum forsendum eins og hefur verið gert í viðræðum við þessi ríki frá haustinu 2008. Þið lýstu mikill ánægju með það að það hefði verið haldið þjóðaratkvæðagreiðsla málið síðast. Að vísu efaðist þú með forsendunar vegna þessar neitun og valdi forsetans var beitt til þess. Hvers vegna mælið ekki með því að það verið kosið þetta núna? Mér finnst að koma til álita hvort að það að gera. Mér finnst að skipta máli hversu breið samstæða það í þingjuna að ljúka málum þessum nótum. Það var mjög hart tekist á málið á sínum tíma. Það voru 50.000 manns búin að hvetja til þess að þjóðaratkvæðagreiðslan færi fram. Hagsmunirnir sem þá voru undir voru, eins og ég var hér að rekja, það bil í efnahagslegu tilliti, það bil 10 sinnum hærri heldur en við erum núna að ræða þannig að mér finnst málið að því leitum til ekki alveg fyllilega sambærilegt, en þjóðin hefur haft þessi úrslita áhrif á málið með því að fella það í þeim búningi sem að það var borðið undir. Náum þá ekki fulla rétt á því að reyna að hafa vit fyrir þinginu aftur? Ég skal ekki útiloka það, mér finnst að fara eftir því hversu breiður stuðningur við að ljúka málun á þingi. Það ekki þannig að öll mál eigi heima fyrir þjóðinni. Af hverju skiptir það einhverju máli, Bjarni, í þessu sambandi? Því að það var náttúrulega meiri hluti síðast sem að samþykkti og vísu eru aðeins fleiri á bakvið en núna. Hvernig getur það skipt máli?
hvort að þingið einhuga að ljúka málum ekki. Það mjög hæpið að þingið verður einhuga. En það liggur í þínum orðum að það skiptir máli hvers eðlismálið hvort að það fara til þjóðarinnar ekki. Nei, ég einfaldlega að spyrja það því, hvers vegna, það liggur í eðli málsins hjá þér að það skiptir máli hversu margir þingmenn standa bak við mál, hvort það fari í þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, hversu umdeilt það í þjóðfélaginu, hversu umdeilt það á þingi. Mér finnst það hafa mjög mikið með málið að gera. Hefurðu upplifað þetta mál eins og það sé ekki umdeilt? Ég verð ekki var við það, Helgi, að það sé sömu átök Icesave-málið í dag eins og var hér undir síðustu áramót. Við skulum taka til dæmis Indefense-hópinn sem dæmi, sem að sendi nú bara nokkuð jákvæða umsögn þetta frumvarp, en var fyrir ári síðan rúmu að keppast við að safna undirskriftum til þess að hvetja forsetann að synja lögum staðfestingar. Þú hlýtur að hafa orðið var við þessa breytingu sjálfur. Já, en hvað með þinn eigin flokk og svona, hvað ég kalla það, undirstofnanir í flokknum, eða má segja þannig samband ungra sjálfstæðismanna og Heimdall. Til dæmis þeirra ályktanir sem komu mjög fljótlega í kjölfarið af þessu, það sem einfaldlega bara talað svik, og það hvatt til þess að ef málið endir svona þá þurfið að halda nýjan landsfund þar sem að þú þurfir að sækja nýtt umboð. Það myndi ég nú segja væri svolítið umdeilt. Við vorum að tala hér áðan þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, við erum að tala málið núna í heild sinni. Ef þú vilt tala það sem að gerast innan míns flokks, þá málið umdeilt. Vegna þess að þetta mikið tilfinningamál fyrir marga. Þar sem að það eru gríðarlega miklir hagsmunir undir. Og ég hef fullan skilning á því, eins og stjórnvöld hafa klúðrað þessu máli fram til þessa, að það sé lítið traust í garð alþingismanna til þess að taka endanlega ákvörðun í þessu máli. Þeir félagar mínar innan Sjálfstæðisflokksins sem eru ósammála mér þetta, þeir mega alveg vera það. Ég ber fulla virðingu fyrir þeirra skoðunum og þeir eru að standa sig frábærlega ungir sjálfstæðismenn og félag ungra sjálfstæðismann all land sem að hafa lýst þessari skoðun sinni og eru mjög mikilvægur hlekkur í okkar flokkstarfi og innan hans rúmast fleiri en ein skoðun. En verðið allar að hlusta á þá? Finnst þér eðlilegt að það verið boðað til auka landsfundar og þú sækir aftur umboð til flokksmann? Nei, ég tel að það sé fráleitt að það sé tilefni til þess að fara að boða til landsfundar, það er algjörlega fráleitt. Landsfundur verður einfaldlega haldinn innan skamms tíma eftir þeim reglum sem að skipulagsreglur flokksins kveða á og miðstjórnin á eftir að dagsetja hann. Upplifir það þannig sem það ríki sátt um þig sem formann í ljósi þessari niðurstöðu? Sko, þetta mál er umdeilt. Ég hef fundið fyrir mjög breiðum stuðningi í mínum störfum og þegar það kemur að því að ég ber mín verk undir landsfund Sjálfstæðisflokksins, þá er ég sannfærður að framganga mín heilt yfirlitið mun vera það sem að ræður úrslitum stuðning landsfundarfulltrúa á þeim tíma. Þannig að þú upplifir, þér finnst ekki að þið hafi verið að svíkja flokkinn? Nei. Við höfum alls ekki neitt verið að svíkja. Við höfum verið að standa okkur og ég er stoltur af frammistöðu þingflokks Sjálfstæðisflokksins í Icesave-málinu. Ég er gríðarlega stoltur. Og við heldum... En ekki mjög hæpið að halda þið fram, af því að það engu að síður, þessi krafa landsfundarins mjög skýr. Þeir segja einfaldlega, við segjum nei við löglausum kröfum Breta og Hollendinga í Icesave-málinu og upphaflega skilst mér að það hefur verið tekist mjög mikið á það einmitt á þessu þingi, þar sem þetta var ákveðið á landsfundinum, að hvort að þarna ætti að segja löglausum eða ósanngjörnum. Og menn komust að því að segja frekar löglausum til þess að taka af allan vafa það að þetta væru ólöglegar kröfur sem við ættum ekki að ganga að. Helgi, hef ég einhvern tímann haldið fram að þessar kröfur byggðu á sterkum lagalegum grundvelli? Hvers vegna ætlar þú að krytta upp á það við séum að borga? Það hefur aldrei nokkur maður haldið fram. Enginn þingmaður sem að styður þessa samninga gerir það á þeim grundvelli að það sé skýr lagaleg skylda okkar að gera þetta. Þetta er ískalt hagsmunamat og ég hef aldrei gengið gegn þeirri ályktun sem að þú ert hér að vísa til á landsfundi og það ég gerði nákvæmlega það sem að þar er kveðið á að hafna þessum löglausu kröfum og með því að gera það þá var hægt að skapa algerlega nýjan samningsgrundvöll í viðræðum við ríkin. En hvernig geta þingmenn og alþingi Íslendinga ákveðið að láta þá kúga sig til að samþykkja, hver sem gerir það, kúga sig til að taka löglausar ákvarðanir og skuldsetja þjóðina? Helgi, hvað á það að þýða að tala svona þá samningsniðurstöðu sem hér er fengið fram? Hvað á það að þýða að bera það undir mig að vera að gefa undan kröfum, löglausum kröfum og þannig hafa látið kúga mig til niðurstöðu. Ég hef ekki látið kúga mig til eins eða neins. Það kann vel að vera það sé þín skoðun og sumra þeirra sem eru andsnúnir því að við göngum frá þessu máli. Þeir þingmenn sem hafa kjark til þess að taka ábyrgð á þessu máli, fylgja sannfæringu sinni, það er það sem ég er að gera, þeir eru ekki að láta undan neinum kúgun. Þeir eru að reyna að vinna þjóðinni gagn
og það það sem ég að gera og tel að kjósendur mínir og þeir sem að treysta mér ætlist til þess af mér að ég geri ávallt ekki bara í þessu máli, heldur öllum málum sem að til mín rata á þinginu. Þannig standa menn undir væntingum sem til þeirra eru gerðar. Bjarni Benediktsson, takk fyrir komuna í Kastljós. Takk kærlega fyrir.